Orðstír Íslands á alþjóðavettvangi hefur beðið hnekki og ímyndar herferð dugir ekki til að bæta þar úr, heldur viðamiklar endurbætur á stjórnmálaflokkum og stofnunum sem hafa brugðist. Þetta segir íslenskur ráðgjafi efnahags- og þróunarsamvinnustofnunar. Þór Sari, ráðgjafi hjá OECD eða efnahags- og þróunarsamvinnustofnuninni, hittir embættismenn þessarar stofnunar reglulega. Hann kom á dögunum fram á málþingi sem Reykjavíkur Akademía hélt efnahagsástandið hér á landi, þá nýkomin að fundi hjá OECD. Í fyrsta skipti þá var ég var við það að þessir menn sem að öllu jöfnu skiptu sér ekki mikið af Íslandi, það var svona lítið eyland út í Norður-Atlantshafi sem að öllum var svona sæmilega vel við, en enginn skipti sér af því það skipti kannski engu máli. Allir búnir að fá það sem að þeir kalla briefing on Iceland frá sinni stjórnsýslu í heimalandinu. Þeir voru í rauninni margir hverjir furðulostnir þegar þeir var búið að taka lokið af pottinum Ísland og voru hneykslaðir á íslenskri stjórnsýslu, íslenskum stjórnmálum og töluðu þannig Ísland að það var alveg greinilegt að Ísland er mjög illa sett á alþjóðavettvangi í framhaldi af svona umfjöllun í háttsettra embættismanna erlendis, að þá þarf miklu meira til heldur en einhverja ímyndarherferð til að laga það. Það þarf mikinn uppskurð hér á allri stjórnsýslu til þess að Ísland verði nokkuð tíman tekið trúverðugt aftur. Þó segir ljóst að fara þurfi vel yfir það sem gerst hefur hér undanfarna mánuði. Það þarf fyrst og fremst að fara mjög vel ofan í saumana á því sem hefur verið að gerast hér undanfarna mánuði og hvernig stendur á því að allar stofnanir stjórnsýslunar á Íslandi brugðust gjörsamlega. Það búið að keyra hér þjóðarbúið í greiðsluþrot eftir hugmyndafræði stjórnmálaflokka sem að hafa líka gjörsamlega brugðist. Og það mun taka langan tíma að mati Þórs að endurreisa orðspor Íslendinga á alþjóðavettvangi. Það verður mjög erfitt og það mun taka mjög langan tíma og það mun ekki gerast nema með einhverjum mjög róttækum uppstokkunum bæði í stjórnsýslunni og í stjórnmálaumhverfinu hér því miður.